Komiði sæl og verið velkomin í Snarlið. Ég ætla að búa til minn uppáhalds þeyting og ég veit að sem betur fer eru margir farnir að búa sér mikið til þeytinga en þeir eru einmitt alveg frábærir til dæmis fyrir æfingar. Að þá er upplagt að borða eitthvað sem er ekki of þungt en gefur manni góða orku og svona jafna orku. Og margir nota banana til að sæta þeytingarna sína og það er gott og vel. En mér langaði svo að sýna ykkur að það er algjörlega frábært líka að nota döðlur. Og þegar að maður er að fara út úr húsi með þeytingin, til dæmis ef þið viljið taka hann með ykkur á æfingu eða með ykkur eitthvert, að þá er þægilegra að vera með döðlur vegna þess að bananinn getur orðið svona, já hann svona oxast og verður brúnn og kannski svona aðeins leiðilegri í þeyting heldur en döðlurnar með tímanum. Þannig að ég ætla að setja, mér finnst sætt svolítið gott, þetta er smekksatriði. Sumir vilja hafa þeytingarna sína frekar súra og þá myndu þeir sjálfsagt bara sleppa allri sætu. En ég ætla að setja 3 döðlur, það er svolítið ég. Og mér langar líka að segja ykkur að döðlur eru svo ofboðslega steinefna og vítamínríkar. Þannig að þær eru svona orkubomba fyrir kroppinn. Og þær gera manni svo gott. Þær eru góðar fyrir meltinguna og fyrir hægðirnar og fyrir augun til dæmis. Sko, hér er ég með hindber, frosin hindber og ég er með svona það bil, náttúrulega mælir örugglega engin neitt svona í þeytinga en það þarf það ekkert. En ég ætla að setja núna það bil 1 desilítra, þetta er svona það sem er passlegt fyrir einn. Og síðan er það mango. Ég elska mango. Þannig að ég er yfirleitt með svona rúman desilítra af mango. Mér finnst þetta svona þetta er svona fullkomin blanda finnst mér. Ég fæ mér þetta stundum á kvöldin meira að segja þegar mér langar í eitthvað sætt en er að spá í að hafa það ekki sælgæti eða köku. Þannig að rúmu desilítra af mango. Síðan nota ég möndlumjólk og við mælum hana bara líka fyrir þá sem eru kannski óvanir. Það er svona kannski milli 1 og 2 desilítrar. Og ef að þið eigi blandara sem er ekki mjög kröftugur þá er náttúrulega gott að frosnu ávextirnir fái að þiðna örlítið þannig að blandarinn nái að blanda þetta og sama ef þið eru ekki með kraftmikinn blandara þá eru döðlurnar, þá er kannski betra að skera þær í nokkra bita. En ef maður er með svona trillitæki þá nær það bara að tæta allt í sig á nokkura vandræða. Sko, magn vökva fer náttúrulega svolítið eftir því líka hvað þið viljið hafa þetta þykkt. Þannig ef þið viljið ekki hafa hann ef þið viljið hafa hann þykkan þá byrjið þið með minna af vökva. Skulum hafa þetta einhvern veginn svona. Og eitt að lokum er að segja ykkur svo rosalega margt. Ef ykkur vantar meira prótein þá getið þið alltaf hent út í möndlum eða möndlumauki eða tahini. Mér finnst það alveg ofboðslega gott og það er svona fituríkt og næringaríkt. Og til dæmis krakkar í íþróttum, þið verðið að passa að fá fitu og prótein í hverri einustu máltíð. Vegna þess að annars sækið þið bara stanslaust í nammi og sykur og svona sætindi skiljiði, svona skjótfengna orku, gosdrykki, djús og svo framvegis. Þannig að nú bara ætla ég að, þetta er örugglega aðeins og lítið af mjólk, við skulum prófa þetta. Fyrst að nota þennan töfrastaut. Segjum þetta gott. Ég bætti ekkert við mjólk. Svo er hann svo fallegur á litina því að alltaf þegar eru hindber í einhverju þá verður það svona ótrúlega fallegt á litin. Svo ætla ég að vera með svona fína til að svo ég geti tekið þetta með mér. Þið sjáu að hann er svolítið þykkur. Það líka getur verið gott að borða bara með skeið. Og ef að þið eru með þetta svolítið þykkt þá getið þið líka skreytt hann ef þið myndu setja hann í skál, ef þið væru bara heima eitthvað í rólegheitum, þá getið þið sett hann í skál og skreytt hann svo með einhverju meiru hampfræjum, möndlum, mórbberjum, gojiberjum, kókosmjöli og svo framvegis. Svona.
svona drykkir eru líka mjög smart ef að það er grillveisla eða eitthvað að vera, að þá er þetta ótrúlega flott í glösum. Þannig að og tekur enga stund að henda einhverju í blandara og sjóða saman. Skál.